Kjöt og fiskur hverfis kjöt- og fiskverslun. Sérverslun með mat aðalega. Við erum með ferskt kjöt, ferskan fisk og tilbúna rétti sem við framleiðum sjálfur. Og það var svona gert upp með það að búa til eitthvað svona flotta hverfisverslun með góða þjónustu og svona góða feeling. Við byrjum á Bergstaðastræti 2014 og búðin hefur þróast mikið síðan þá. Búin að taka miklum framförum. Það var eiginlega alveg ótrúlegt sko á Bergstaðastrætinu hvað vorum fljótir að koma okkur inn í hverfið. Það var vöntun á svona verslun þarna í miðbænum og það var alveg ótrúlegt hvað sama fólki á vesli í dag var þarna á fyrsta degi og hefur haldið sér og þessi hverfisfíling og þessi hverfistilfinning sem við vorum að vonast eftir skapaðist þarna bara strax. Og í framhaldinu ákváðum við að bæta hans við okkur og okkur langaði að fara að búa til meiri mat. Sem var ekki boðið niður á Bergstaðastræti því við vorum ekki með eldhús eða aðstöðu þar. Kom það upp hérna upp í Garðabæ að við stukkum á það. Svo við gætum nú framleitt okkar eigin mat, okkar eigin sósur, gert fleiri skemmtilegri hluti og við sjáum alls ekki eftir því. Okkur hefur verið tekið mjög vel í Garðabæ. Við erum svona hægt og rólega búðin farin að líkjast kannski fílingnum niður í miðbæ þar sem við erum komnir með ákveðin svona fasta kunnahóp og það vantaði með þessa þjónustu í Garðabæinn. Ég held að neysluvenjur Íslendinga séu að breytast mikið í þá átt að það er ekki einungis bara verið að versla mat til þess að borða, heldur fólk líka að leitast eftir eitthvað skonar upplifun. Það er okkar tilfinning að fólk sækir meira í svona tilbúinn mat. Bara út af það er mikið að gera á fólki, það vinnur lengi, það er verið að sækja krakkarnir í skóla, keyra þá í einhverjar tómstundir og sækja þau og það er kannski svona framtíðin að fólk grípur miklu meira með sér. Það sem mér finnst kannski skemmtilegast við starfið er þessar óendanlegu möguleikar sem að verslunin okkar býður upp á í framtíðinni. Það er svo gaman að setjast niður og hugsa til þess hvað áttur við getum farið í með þetta allt saman. Sérstaklega kokkarnir kannski orðnir leiðir á okkur að við erum kannski ekki þau best í eldhúsinu, við erum alltaf með 1000 hugmyndir í gangi að láta þessu svona dreyma ýmsar vörur, ýmsar hluti sem hægt að gera vegna þess að kjöt og fiskur kannski svo opið konsept sem slíkt það er hægt að taka þetta í svo margar áttir.